Já, velkomin á Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8, þá séum við fréttir. Hér er hjá mér Sigurjón Magnús og Björn Þorláks. Það er stærsta fréttin á Íslandi og í heiminum. Ég rendi yfir heimspressuna og þetta er stærsta fréttin. Ég tek hérna fyrst af Fox News. Þetta er náttúrulega morðið á Charlie Kirk sem var í gær. Sem ég ætla nú að taka fram að við vorum með frétt af að hann hefði verið skotinn hérna í gær. Já. Og ég fór á tekkaði á þessu að skotið er sem sagt 6:10 í gær og við erum í fréttir klukkan 8 þannig að við höfum svo sem meiri tíma en ég held nú að RÚV og félagar hefðu nú alveg getað sagt þessa frétt. En er ekki rétt hjá mér að Þeir kannski ekki bara átt að segja hver þetta var sko. Hann dó bara strax eftir fréttatíma. Það þótti augljóst þeim sem að sáu myndbandið að þessi maður hefði dáið samstundis. Já. En við gátum ekki fullir það hérna, við vorum hérna í gær, en við sögðum að hann hefði verið skotinn. Og blæddur hálsi. Já. Og hérna, það þurfti bara eitt skot. Og vorum með ykkur viðbröðum það. En ég er bara að benda á að það er eins og bæði Stöð 2 og RÚV hefði átt að geta haft þessa frétt. En kannski bara var ykkur á vaktinni sem átti sig á því hver þetta var. En ég ætla að taka aftur í fréttina sem vorum með hérna á það, Fox News, af því að þeir eru að segja það að þetta sé eitt í viðbót af ofbeldi sem að beinist að íhaldsmönnum og Fox News eins og forseti Bandaríkjanna dregur þetta upp, hann var með ávarp í gær og þar var hann að segja að þarna væru vinstri menn að gera árásir og ég er með aðra frétt hérna í Washington, þetta er nú svona hvernig stemmingin er í Bandaríkjunum og Washington Post bendir á að þetta geti vakið upp nýja öldu ofbeldis í bandarískum tengt stjórnmálum og þarna væri mjög líkur á því að það yrði gripið til hefnda. Já, og það er eins og Trump sjáu strax bara tækifæri til aukinarskautunar. Já, það sem ég hugsaði hérna í gær, það var þetta er þinghúsbruninn hans. Ég er ekki að fullrið að hann muni nota það í það, en þetta er svona tilefni sem að manni finnst eins og hann hafi verið að bíða eftir einhverju og hann byrjaði í þessu ávarpi að segja að það þyrfti raunverulega aðgerðir til þess að stoppa þetta ofbeldi vinstri manna gagnvart þeim sem er að eins og þessi maður á að hafa verið að sækja sannleikann. Þetta var En ég er ekki að segja að það verði þannig, en Trump er oft þannig, hann hendir ykkur út, hann er svona aðtöng að hann kemst langt með þetta. Og ef að hans orðræða fær vangi í Bandaríkjunum, þá held ég að hann muni fara að herða að eftirliti með þeim sem eru með óæskilega stjórnmálaskoðanir. Við vorum með fréttin í gær, hann er búin að henda út úr FBI, öllum sem hafa verið grunar að kjósa einhvern annan en hann síðast. Allavega úr svona stjórnunarteiminu. Það er kannski ljótt að segja það sko, en þeir eru nú svolítið vanir í að drepa hvern annan þarna sko. Þeir með þessi frálsu byssueign og það eru sko fjöldadráp í skólum hvað þetta er annað. Þannig er einn maður að vissulega sko boðberi einhverjar skoðana. En ég veit ekki, hann sjálfur barðist þessi maður fyrir áframhaldandi almennri byssueign í landinu. Hann var fylgjandi því. Hann var fylgjandi því að byssueign og taldi og það er nú búið að vera að spila það mjög víða ummælisa sem hann segir að það sé eðlilegu fórnarkostnaður og einhver morðsugu framinn til þess að viðhalda rétti okkar til þess að verja aðra þætti í stjórnarskrárinnar. Þá var hann að vísa í annari öðrum viðauka með byssueignina. Ég hef sagt að þau ummæli hafi hitt hann fyrir í eiginlegri merkingu. Já, ef maður vill vera kaldað inn þá var það þannig. Ég tók hérna eitt blað frá Utah, ég les ekki mikið blöðin í Utah, en þetta blað ekki út þar, Salt Lake Tribune. Þarna eru þau út á götu svona með þarna eru ummæli það sem hefur verið að líkja honum við Martin Luther King, John F. Kennedy og Gandhi. Það er bara svona, alla þrjá. Já, það er náttúrulega að hann hafi verið drepinn fyrir skoðanir sínar og það má svo að segja það og þá hefum margar stjórnmálamenn. Ég fór aðeins að skoða þetta alltaf þessi Svíþjóð, þar er munnið eftir því að þegar utanríkisráðherra var drepinn 2003 Lind heldur hún að veita hún var drepin með hníf þá hún var að berjast fyrir því að taka upp evruna en morðinginn bar nú fyrir sig geðveiki en Palmi var líka drepinn sem var stórkostlegt áfall fyrir Svía, stórkostlegt áfall þannig að svo ef maður skoða til þessi svo þetta er ekki eins algengt í Bretlandi að það hafa verið drepnir þingmenn eins og en ekki
ekki kannski svona stór kanonur eins og þarna. Þetta er þetta ljúft mál. Hryllilegt. Það er líka til Kristin pressa í Bandaríkjunum og þetta er úr Christian Post og þeir eru að mæla með því að vilja draga upp þá mynd að þarna hefði fallið Kristinn Píslarvottur. Hann hefur dáið fyrir, hann er einn af þessu sem að talar í pólitíkinni, hann er svona talibani, hann talar bara innan úr með biblíuna sér við hönd. Hann er á því að kyni séu bara tvö, hann er móti frelsisbaráttu hinsegin og transfólks. Gegn þungunarrofi og hann er svona bara eins og við vitum. En það er eitt sem er sérstætt við það náttúrulega er engin grunaður ennþá. Það var einhver handtekinn og svo sleppt. Það er með mynd, FBI, ég tók þetta nú bara frá FBI, þetta er í öllu blöðum heimsins, þetta er maðurinn. Þið þekkið hann ekki það? Nei, ekki með þessi gleru. Nei, þetta þekki hann ekki, en þetta er ef þetta er hann, þá er náttúrulega konur svolítið á leið, sko. Greatest manhunt, síðustu tíma sá ég einhverstaðar, núna, sem stendur yfir. Mér fannst þetta eitt þegar það var verið að segja frá því. Að þá er veitt velun drefa myndinni og það var bara $100,000 sem er bara 12 milljónir. Mér finnst það svo lágt. Það er svolítið út úr ég er bara ekki með verðskinna í svona en ég verður bara viðkynna það þegar ég heyrði töluna og mér finnst það bara lág. Já, mjög líka. Svo það er eitthvað sem dettur bara Tómas og slettu í einhverju veitingast að hann fær margfalt meira þetta. Já. Herðu, það er einu fréttina úr Time og það er að MSNBC að það var svona, þeir eru með fólk sem að vinnur við það að koma og gefa álit sitt eins og þið eru þið væru á háum launum með að vinna hana. En það er Matthew Daft, hann þótti hafa verið óvarlegur og talað svolítið á þeim nótum að maðurinn hefði kallað þetta yfir sig. Og hann var látið fara í dag. Þannig að það er, og það gerðist náttúrulega þarna á tiltölulega stuttu tíma sá maður, svona víða internetið og svona, þar sem að komu svona hastarleg ummæli, líka ég veit ekki hvort að þið sáu það á Facebook, svona að ég segi ekki farið fyrir betra, en svona sá andi. Hann þagnaði nú mjög fljótt. En svona... Það má segja að maður hafi séð allan skalan. En þetta er einhver leiti er þetta eða er verið að reyna að gera þetta að innanlandsmáli hérna. Við erum með frétt frá MBL, það er Snorri Másson, svartur dagur fyrir málfrelsi á Vesturlöndum. Hann dregur þetta upp þannig. Ykkur er stökkva á vagnin, það er bara þannig. Já, þetta virðist vera þeir sem eru ákafastir í að flytja inn svona menninga stríðið í Bandaríkjunum til Íslands, eins og Snorri er sannarlega. Svolítið verið að tala þetta mál. Og talað Charlie Kirk sem svona málsvara málfrelsis. Og ég hlustaði nú svolítið á hann í gærkvöldi. Kom mér óvart hvað hann er. Þetta er svolítið eins og hlusta á bara Ku Klux Klan. Þetta er eiginlega hvet fólk til þess að fara bara, hann er með YouTube-rás og hann er með alls konar svona engi vanda að fylgja, heyra hvað hann er að segja. Þetta er umlega fyrir okkur sem búum hérna í Íslandi, þá er þetta rosalega að heyra þetta, sko. Þetta er bara, hann er að hafna því að sé rasismi í Bandaríkjunum og rasismin er ofbeldi svartra gegn hvítum og hann bara þrástagast á svona hlutum, sko. Og er að tala umlega svarta í Bandaríkjunum sem bara mein í samfélaginu. En hann hefur sagt það og eins og þið kannist við á miðflokknum og fleiri hérna, þú veist að taka umræðina, alltaf verið þöggun á þeirra viðhorf og eins og þeir einir þóra að taka umræðina sem halda fram einhverju að kynni séu 2 eða eitthvað, svo kemur einhverju heldur í fram að kynni séu fleiri, að þá sá ekki að taka umræðina, heldur það bara sá að taka umræðina sem að segja það sem þeir upplefa sem óvinnslega skoðanir, það sem þeir að tala þvert á svona breið samkomulagi í samfélaginu, svona svipaðu að maður myndi segja ég hafna hnattrænni hlýnuna mannavöldum, að þá ég að taka umræðina en sá sem að kæmi hérna með löng PowerPoint sjó til þess að sýna fram á að hlýnunni er að mannavöldum. Hann var ekki að taka umræðina. Þið kannist við þetta að vera svona ójafn þessu. En hann hefur líka verið í þáttunum sínum, alltaf sagt svona, en ef þið er ósammála, þá með ég bara koma hingað og ég skal gefa ykkur færi á að tala hérna, því ég trufla ykkur í svona inngangnum ykkar, svo tökum við bara
umræðu þetta og það var akkurat það sem hann var með þarna á skólalóðinni. Það var það sérstakt tjald sem hann fer í, það sem hann svona skorar á alla að koma og tala við sig. En náttúrulega stóru leyti hann inni í svona sínum vettvangi. Þannig hann að bjóða öðrum að koma inn í sína ljónagrifju, en hann hefur svo líka komið og farið í ljónagrifju annarra. Og það þetta sem að Snorri og ég sá hann Gunnlaugur Jónsson sem hefur verið að flytja inn svona hægri menn hérna sem að leggja áherslu á að hann hafi verið sérstakur píslarvottur málfrelsis. Það er ekki annað. Hefur verið að draga upp. Það er ekki annað. Nei. En það var umræða á Sín, sáu þið fréttir Sínar? Já. Það byrjaði eiginlega á debatti sem ég með myndi á því. Það sem að hann Stefán Einar Stefánsson sem blaðamaður á Morgunblaðinu og Sigmar Guðmundsson sem þingflokksformaður Viðreisnar. Og að því þú spurðir áðan hvort það væri við hæfi að flytja þetta heim og heimfæra þetta upp á íslenskra veruleika. Þá heyrði maður það meðal annars hjá Stefáni Einari að honum finnst full ástæða til að gera það. Það var samt svolítið varkár við það, var það ekki svolítið? Jú, hann sló einhverja fyrirvara. En þetta hefur mér fundist eiginlega það skrýtnasta í fréttum dagsins í dag, hve margir hafa verið tilbúnir að stökkva þennan vagn. Að við getum yfirfært bandaríska ómenningu, vopna eigu þeirra almenna notkun viðhorf þeirra til ofbeldis og alls þess miðað við yfir á bara litla friðsæla Ísland sem það ennþá er. Og mér finnst það svolítið skuggalegt að menn að bera saman stjak höfuð að Þorgerði Katrínu sem við rættum nú í fyrra kvöld. Það var að Friðjón var með þetta á RÚV, já. Mér finnst það bara ævintýralegt. Þetta er ævintýralegt. Þetta er ævintýralega langsótt að bera saman þetta hræðilega morð í gærkvöldi við krakka á TikTok sem að verður það á að upplýsa heimilisfang Snorra en vísa til þess síðast bara núna fyrir klukkutíma í fréttunum sem einhverja vendingar í íslensku samfélagi. Og eiginlega hluta af þessu samamáli. Einmitt. Og sömuleyti skilum að Snorra svona tilfinningalega. Snorri verður fyrir í Kastljós, verður fyrir mikilli andúð, það fólk ekki sammála því sem hann að segja. Og hann upplifir að aðsins sótt allstaðar. Svo lesa hann hann ábyggilega fylgst með honum á YouTube eða eitthvað sem dreng og finnst að vera skoðanabróður sinn. Og hann skotinn. Þá upplifir hann svolítið að þetta sé sama árásin sem að verða fyrir. Þá upplifir sér að hann hafi dáið af því sem ég sitt undir. En ég held að þetta sé eitthvað sem að ef hann bara sest niður og fæ sér bara kaffibólla og veltir þessu fyrir sig og komast að þetta ekki sama málið. Nei, og svo líka bara ótrúlegt í sömu málsgreininni þá sé verið að nefna skotárás á bíl Dags B. Eggertssonar fyrir nokkrum árum og einhverja brúðu eða eitthvað TikTok kjaftaði. Bara getum við aðeins greint á milli þess hvort vopnum er beitt í glæpsamlegum tilgangi jafnvel til þess að vega eða meiða eða hvort það eru brúður á mótmælum og eitthvað svoleiðis bara. Já, það eru einhverjir að brúka þetta mál. Já. Sækja sem ástæð. Hryðjuverkamálið, og ég var einn af þessu sem að þeir voru að gæla við að drepa. Og það voru menn sem voru að smíða svona plastbyssur og svona, og ég meina löggan taldi þetta að vera allavega nóg til þess að ágera þá, nóg hættulegir menn. Ég hef aldrei var við það að lögga verið eitthvað að passa upp á mig eða eitthvað svoleiðis. En ég man að þegar ég heyrði þetta að þá skrifaði ég eitthvað svona í þá veru að þeir ættu kannski að gæta sín þeir sem að kynda undir svona tal. Það var vildu drepa mig og Sólveig Önnu og einhverja pírata og svo reynda Guðlaug Þór og eitthvað svona. Og ég var að tala svona menn sem eru svona rosalega harðir og eru búa til að gera úr andstæðingu sínum bara stórhættulegt fólk sem ætlar að eyðileggja samfélagið og brjóta það niður. Svipað hefur verið sagt um mig og Sólveig Önnu ætla bara bylta þjóðskipulaginu og eitthvað svona því hún bara standið ykkur í verkefnisbaráttu. Og ég sagði eitthvað sem svo vil ekki aðeins róa ykkur Brynja Níelsson og félagar verður ekki aðeins að passa ykkur. Það ykkur eyrur sem að hlusta þarna og á milli eyrnanna á sumum bara svolítið truflaður haus. Og það náttúrulega alhættulegast
ef við erum búin að setja undir sömu reglíf einhver óvarleg orð eða einhver mistök sem börnum verður á í tjáningu á internetinu og bara ískalt skipulagt ofbeldi sem banar fólki. Ef það á að vera stutt á milli þessa tvenns og þú sækir þér einhverja pólitíska skoðun og einhvern málstað með vísan til gjör ólíkra atvika, þá verður bara ekki eins gott að búa hér eins og hefur verið. Nei, þú mátt ekki gleyma því þegar þú tala um þess að með þig og Sólveig Önnu, að hvernig til þess Björn Bjarnason lét. Já. Þið voru komin til við værum að ræna milljörðum. Já, værum að ræna sjóðum, það verður bara þjófar. Tilgangurinn væri með engu sá. Það er alls konar svona sem kemur og það er eitthvað að hlusta á þetta sem að... En núna eru hægri menninir sem hafa látið svona bara alla öldina og grafið undan öllum sem hafa verið að berjast fyrir réttindum hinna valdalausu og fátæku og talað um að þeir séu að handbendi erlendar stórvelda og guðmáðulega. Núna eru þeir alveg í þessum stórkostlega fórnarlamsleik. Þeir eru bara mestu fórnarlömb sem hafa komið. Það er bara ekki hægt að líkja árásunum á þá með það árásum sem að transfólk verður fyrir. Herðu, en þetta er við ætlum að fara yfir þingið og í svolítið litlausari pólitík, blessunarlega. Já, blessunarlega. Og mér fannst þetta gott komment frá ráðherranum. Já, mjög líka. Það var að tala um fjárlögin, voru eitthvað hvort ef þetta væri litlaus og leiðileg fjárlög. Og þá sagði hann, kom upp í pont og sagði það er eins og sem verið að lýsa mínum persónuleika. Ég þykki alltaf vera frekar litlaus og leiðilegur. Ég var ekki út að segja leiðilegur. En fyrir fannst þetta gott. Hann er í svolítið svona stuði í þinginu. Já, hann var líka fyrir sumar þegar hann var að svara fyrirspurnum alltaf svo stutt og laggott. Hann var aldrei að fullnýta tíma sína til að semja spurningu númer 2 á hann. Það var greinlega mjög erfitt vegna þess að hann kannski svara bara í 3 sekúndum. Það var svona eins og prófessor að svara svona óþekkum nemyndum, svona einhverjum sem að... Já, hann náði að hafa svara en bara snöggt. Leyfa nemyndunum að breiða úr vængjunum og svona og láta svona. Hann er náttúrulega háskólakennari. Jú, það er líka svolítið nýr tónn hjá honum, að hann átti nokkur komment í dag á þingi, leggjum leikaraskatt til hliðar, segir hann og reynir að afvopna stjórnarandstöðuna sem er með eitthvað svona þykistu andóf. Eru átök í stjórnmálum markmið í sjálfu sér? Spurðu því. En ég hins vegar verða að viðurkenna að ég er sammála stjórnarandstöðunni að þessi fjárlög eru litlaus og leiðileg og það er margt sem það þarf að gera í íslensku samfélagi og þessi fjárlög adressar það ekki og það mun kosta þessa ríkisstjórn mikið að vera ekki með inn í fjárlögunum einhverja stórar aðgerðir til dæmis til að ráða húsnæðismál og eitthvað. En við vorum eitthvað ræða því í gær sem Ólafur Þ. Harðarson kom inn í fréttir í RÚV held ég í gær og við vorum eitthvað ræða það hvort hann hefði rétt fyrir sér að því hann var að segja sem svo að notkunin á hinu svokallaða kjarnorku ákvæði myndi verða til þess að það yrði ekki málþófið ötur og við vorum eiginlega báðir á því að Miðflokkurinn myndi ekki líða og hérna er frétt frá það er komið, Miðflokkurinn mun ekki líða. Og er Kallinni búin að fara í klippingu? Jú, hann er gult blóm og hvað er komið fyrir sumar? Gult blóm er líklega gulur september. Margir þingmenn með þetta. Já, hann er grís á það. En hann er farið klippingu. Ég held að hann hafa aldrei verið páskar, Við vorum með myndir af honum þar sem að var viðtalið við hann á Arnarhóli, þar sem að var mjög útigangslegur. Já. Við fórum að leita að það Bogi og þetta er þarna spurstofunni sem voru alltaf Arnarhóli. Það var þeirri manni sem var svo nískur. Hann fór svo rosa sjaldan til rakara. Það var alltaf sóun að gera það oft. Og svo var kona sem sagði við hann í Guðsbanni farðu oftar. Manni bregður svo þegar þú kemur með klippinguna. Þannig að kannski er Sigmundur bara einn af þessum sem er bara nískur og fer bara til rakarans á 2 ári. Það getur verið kannski gott að hafa svolítið fjármálaráðherra. En þarna er það komið fram að Miðflokkurinn hann ætlar að vera óþekkur í vetur. Síðan Sjálfstæðisflokkurinn hann kemur með tillögu inn í fjármálaumræðuna. Hann vil selja Landsbankann. Það hefur verið gerða kannanir um þetta. Ég held að það séu svona 13,7% sem að vilja selja Landsbankann. Þetta séu svona Davíðsfylgi svo kallar. En þetta er ekki... Og mér finnst þetta svolítið skrítið hjá þeim að þeir eru svona að leita því hvernig þeir geta náð einhverju svona sterkari fjöl að þeir sé ekki alltaf að reka hagsmuni viðskiptaráðs og SA
Ég hefði sagt við þá, geymið þetta, ég meina, til hvers? Þið munið ekki náðum þessi gegn. Til hvers þessu? Svo ég líka bara að segja eins og mér fannst þessi 200 milljarða króna, 200 milljarða fjárhæð sem að myndi koma inn í ríkið í stað þess að sé að dælast inn. Nei, nú er ekki bara 200. 200 var sagt í fréttunum. Já. Mér fannst það líka ódýrt. Ég var bara ekki með vasareikni við hliðina mér en ég gæti ekki fundið út úr þessu. Ekki fjárlögin í kringum 1700 milljarðar eitthvað svoleiðis? Já, þannig að í samhenginu þá svona, þú veist, ég er sammála, þetta er svona veikt mál, röngun tíma og... Taka Landsbankann svona pínu litla festu að við getum gert eitthvað við bankakerfið og henda því fyrir 200, ég tek alveg undir með þetta höfður. Þetta er bara, það þarf að vera eitthvað sterkar rök í þessu. Þú varst með frétt þetta, það sem að var galin hugmynd Sjálfstæðismanna stóð á miðjunni. Já. Hver segir þetta? Hver segir þetta? Man ég ekkert. Hver skrifaði fréttina það? Ég þekki hann. Nei, það var eitthvað, hvað er þetta? Nei, Villi Birgis. Frá Skaga. Það er langt leið á daginn. Það tók smá tíma, maðurinn er rúmlega 70. Já, það var Villi Birgis. Sem var, einu degi er maður búin að lesa svo mikið hvað. Unni allt sem maður. Ég held að maður myndi allt sem maður lesi. En hann er ekki hrifinn af þessu, hann finnst það galin hugmynd. Nei, þetta er líka, sko... Af hverju finnst hann þetta galin hugmynd? Sko, á einhverju skömmum tíma, þá er búið að, sko, arðgreiðslur til ríkisins eru 200 milljarðar. Já. Einhverju skömmum tíma. Þess vegna held ég, þá ef ég er að rugla saman tölum en þeir hafi... En þú hefði getað náttúrulega sömu rök og Íslandsbanka, sko? Já. Þeir voru bara að kassa inn það sem hefðu hvort sem fengið 8 árum. Ég veit það. Sem þykir ekki snjallt, sko. Nei. Og þetta er nú það síðasta sem er eftir í bankakerfinu. Það er slátra gæsinni í staðin fyrir að borða eggin. Já, svo vill Vilhjálmur Birgisson, Villi Birgis, hann vill breyta sig í samfélagsbanka og hann er svo sem ekki fyrstu til þess. Nei, það sem ég var að nefna á þannig að það er svona smá tök á bankakerfinu til þess að gera eitthvað því við getum náttúrulega ekki lifað með banka sem ætla að græða 100 milljarða á okkur hverju einasta ári. Sko. En Sjálfstæðisflokkurinn hann er ekki á þessu að við höfum að geyma gæsin og borða eggin. Nei. Hún finnst nefnilega gullgæsin svo rosalega góð að borðum hann í kvöld, segir Sjálfstæðisflokkurinn. Það er svo bara gaman að borða gullgæs. Og þá lítur að koma líka núna að við eigum að selja flugstöðin á... Ég held að það sé komið að vera eitthvað starf í umræðinni. Ég get svarað. Í dag? Í dag það ger. Ég sá það eitthvað starf. Herðu, en Guðlaugur Þór, hafi frétt á Vísi. Já. Hvað? Þetta var fyndið mál, sko. Hvað er málið? Það er hann er mjög pirraður í þinginu. Hann er búinn að missa allt, sko. Engin völd og ekkert og hann er honum pípari bara eins og hinir og en þarna var eitthvað ólán á klukkunni í þinginu og hann fór alveg óðbóðslega í töðunar á honum að væri ekki að mæla tímanna þegar við vorum í ríkisstjórn þá virkaði þessi klukka var hann að segja það en svo var bara Þórunn Sveinbjarnardóttir bara meiri töff en hann og sagði þetta er alveg rétt við vunum bara að aðtúma að kaupa nýja klukku en hann var rosalega pirraður að allt á hodnu sér út af þessu En það fer nú að vera skemmtilegra í Sjálfstæðisflokknum núna þegar Guðrún Hafsteins er komið með nýja greiðslu, blæs hárið, nýtt make-up og öðruvísi fattastil. Hún kom með frumsýðilega nýtt lúk, var aðalfréttin á Morgunblaðinu, það er Smartland, mestlesna fréttin. Ég les ekki morgun. Það er Smartland er mestlesið. Ég ætla að koma með frétti frá, að því að það er svo stór frétt sem á teinsfréttinnar. Það eru stórmál sem er í gangi í ýmsum löndum eins og Guardian er með fréttum að Keir Starmer hafi rekið Peter Mandelson. Bæði er þetta að hann var í Epstein-skjölunum sem að bendir nú til þess að það sé ekki alveg hægt að afskrifa þessi skjöl. Það er margir eftir að falla út af þessum skjölum. Þetta segir líka svolítið til hvað er veik staða Keir Starmer. Hann var að reyna að komast hjá þessu, að hann þyrfti á þessu mann að halda. En hann getur eiginlega ekki, hann vinnur ekkert nein mál lengur Keir Starmer. Hann bara verður að lúffa í öllu. Svo er það frétt sem við vorum að reyna sig í gær sem er dómstóll í Brasilíu sem er úrskurðuð það hvort að Bolsonaro það var 2-1 í gær. Það var 2-1 í gær. Nú er orðið ljóst að ég heldur heiti Carmen
hún heitir Carmen, þessi dómari. Hún greiðir atkvæði eins og þessi tveir sem að vilja sakveldan og þannig að hann eiginlega verið að dæma Bolsonaro. Það er ekki allir dómararnir komnir, en það ljóst að niðurstaðan mun verða svo að hann dæmdu fyrir tilraun til valdaráns og hafa skipulagt eitthvað glæpagengi sem ætlaði að ná völdum í Brasilíu með vopnavaldi. Þetta náttúrulega magnað. En svo af 5 dómurum eru 4 búin að tjá sig, þetta öðru heldur en hér. Já, ég skilur ekki þetta fyrirkomulega að þeir bara halda alveg endalausa ræðu þar sem fara yfir alla sína niðurstöðu hver fyrir sig. Hér eru þau bara í Sjálfstæðisflokknum. Já, þá veit enginn hvernig hver greiddi atkvæði. En ef það væri svona neðanmálsgrein í þessu fréttum okkar, þá myndi ég setja eina neðanmálsgrein að það í Suður-Ameríku eins og eru að breiðast út víða, þá dómskerfi notað af nýjum stjórnvöldum í því að knésetja fyrir andstæðinga. Og núverandi forseti var náttúrulega settur í fangilsi, en hann kom út aftur og vinnaði. En þetta verið að gera í hverju landa fættur öðru og Trump að hóta því að gera það sama við Obama. Já, en Hvað það því? Nei, í augnablikinu, já. En hvernig þetta fer þannig að Bolsonaro verður dæmdur? Það var hann bara settur í fangilsi. Hvað ætlaði Trump þá að gera? Það ætlaði að setja refsitolla á Brasilíu. Já. Ef að þeir voga sér að dæma sekan, þá setjum við okkur refsitolla. Talandi svona mál gagnvart stjórnmálamönnum, hérna frétt frá Fraklandi, það náttúrulega stjórnarkreppa. Það komin forsætisráðherra, greimaðurinn, ég ætla að segja ekki búin að finna neitt sem vill vera honum í stjórn. Honum spáð svona, ég talaði við Einar Má Jónsson eftir, ég held að Einar Már spáir hún svona kannski 4, fá að vera forsætisráðherra í svona 4 mánuði. En sko, það verður kosið til forseta eftir 1,5 ár og Marine Le Pen sem sterkasta stjórnmálaaflið í Fraklandi í dag, það ekkert meirihluta en ég meina þau eru með svona 30+ fylgi og myndu örugglega fara fram í seinni umferð forsetakosninganna, að hún ekki kjörgeng af því að hún var dæmd fyrir það að hafa misfarið með sjóði sem hún fékk frá Evrópusambandinu og greitt laun einhverjum öðrum og gott að vera ekki einhver ættmenn en eitthvað fleira, þannig að það felldur dómur og þá hún ekki kjörgeng lengur og þó hún áfríi að þá hún ekki kjörgeng og það mun ekki nást. Núna nýji forsætisráðherrann að reyna að tjasla saman stjórn og hann annars vegar með svona leifara stuðningsflokkum Macron, svo hann með vinstri blokkina sem klofin, það sem að Mélenchon sósíalistarnir vilja helst ekki vinna með honum og eitthvað fleira og svo hann með þjóðfylkingu Le Pen. Til þess að tjasla saman ríkisstjórn þarf hann að semja við annarkon hópinn. Þarna kemur fram að þjóðfylkingin til að versla aðeins ef að það verður settur lög sem að gefa inn aftur kjörgengi að þá eru við kannski til í að hleypa fjárlögum í gegn. Svona gerast kaupin á eyrinni þarna. Skiptið og Íslandi, þú varst með viðtal við Vilja Bjarna þar sem var að segja frá því út af safnaráði að hann vantar stuðning í það. Hann var formað safnaráðs og ég held ég og þá var sagt við hann að flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, hann var þingmaður þar, myndi styðja það ef að hann myndi samþykkja brennivinn í búðir. Ætlaði að stilla honum upp í vegg. Hann sagði bara nei takk. Já, auðvitað. Hann byrjusir maður. En hann bara sagði þetta blákalt. Þú spurði, var þetta virkilega svona? Bara hreint út. Það er mjög mikilvægt að heyra í mönnum eins og Villa sem þora að tala innan úr þessum herbúðum. Þetta bara, upplýsa það sem okkur hefur lengi grunað. Staðfesta það. Dílar maður. Einn skemmtilegt að svona saga sem að ég man eftir var þegar Sinfónían átti erindi við fjárlaganefnd og hitti þá ég held að Árni Jónsson hafi verið formaður fjárlaganefnda þá og hann svona hlusta á þá og svo rennir hann til þeirra svona útbrendi og þeir segja, og hvað þetta? Þetta svíta sem ég samdi. Svíta sem svona lítið symfónískt verk sem ég samdi og þeir taka þetta og skoða þetta og komast að því þetta sem kannski sniðugt að spila þetta og fengu held ég ágætis Stórhöfðasvítuna. Stórhöfðasvítuna.
It's all about timing. Hvenær þú kemur þér á framfæri, það skiptir máli. Já, en bara komður á framfæri. Ég meina frétt frá Frakklandi þegar voru þar, þetta frá RÚV reyndar. Þingnefndin mæli með því að samfélagsmiðlar verið bannaðir fyrir þá sem yngri 15 ára. Já, ég tók eftir þessari frétt. Hvað finnst þú sem hún ennþá 15 ára, ekki? Jú, það rétt, ég á 15 ára gamla stúlku. Ég held að ef ég á að vera ærlegur og svifta hulunni af einkamálum heimilisins, ég held að hún sé búin að vera mörg ára á samfélagsmiðlum. Og það ekki bara einhvern veginn hinn hefðbundni íslenski krakki? Kristján sónu minn segir stundum, þú vist ekki pabbi hvað gott að hafa ekki verið pabbi á þessum tímum maður, skjátímunum maður, það bara... Fólk að reyna allt, sko. Það kom einn gestur hérna með drengi sinn sem 6 ára og hann fekk að vera hérna frammi að hlusta á efni af hérna RÚV, upplestur og sögum, fekk ekki að fara lengra inn í netið. Nei. Þannig að foreldrar að reyna allt, eða margir að reyna eitthvað að stoppa þetta. Já, ég held líka að upplifun fjölskyldna sé mjög misjöfn af samfélagsmiðlum sem vandamáli. Þannig að þetta svo sem ekkert einfalt að koma með einhverja eina samræmda löggjöf, en ef þetta verður svona, eins og þarna verða ræðum, þá er þetta einhver svona neyðarheimill, bara að verða að koma böndum á eitthvað sem að fólk lítur á sem neyðar ástand. Já, og það að sko þjóðþingið sitt í bannið. Svo fara í efnahagsmál, hérna frétt sem við erum þetta mörgsins búin að segja, þetta bara frá Seðlabankanum, að öllu ríkjum verða verðbólgu markmiðin ekki náð fyrir árið 2027 og þar leiðandi munu vextir ekkert lækka. Og launahækkanir lykil þáttur. Eina frétti sem ég tók út úr Morgunblaðinu á pappíri á 50, en það var alveg svo stórt blað, en ég fann bara eina áhugaverða frétt, það hérna sem var reyndar svo allstaðar. Það Samtök iðnaðarins að benda á að það orðin samdráttur í byggingariðnaði. Og við búum við húsnæðiseklu, það vantar húsnæði allstaðar, en það verið að byggja minna heldur en áður. Og það af því að fjármagnið orðið svo dýrt. Þeir reyndar skjóta inn eitthvað kvarta yfir úthlutun lóða og eitthvað svona. En náttúrulega langstærsta málið að það ekki hægt að fjármagna bygginguna. Eða þú veist að fjármagna bygginguna á byggingatíma er svo kostnaðsamt að þegar að byggingin kemur út úr þessu, við talum ekki þegar þeir eru búin að leggja allt þetta álag sem við vilja hafa, gróðan sem verktakarnir vilja fá út úr þessu, þá er íbúðin svo dýr að hún selst ekki. Þannig að þá bara hætta menn að framleiða. Og hvað gerir þá? Þá hækkar verðið, verðbólgan eykst. Mér var sögð svo saga í dag að umsvæðmikill verktaki, að hann að taka upp það sem sagt að hann láni kaupandunum sjálfur, prívat og persónulega, eða hans fyrirtæki, 20% af kaupverðinu, þannig að það fær 70% lánað, þá þarf þú eiga 10% og hann lánaðir 20% og þá segir hann hvernig á að borga það. Og þá, hann veðja bara á hækkandi íbúður, hann á þá alltaf bara 20% í íbúðinni. Það var líka, hann að gera þetta, en það líka eitthvað svona sjóður sem byrjað að gera þetta. Þetta hafa verið fréttir þetta. Ég held að við rætti þetta eitthvað aðeins. Kannski það sama máli, ég veit ekki. Já, þetta það sem bara verið að reyna að finna leið. Hvernig getum við haldið verðinu uppi? Og það hefur enginn á, þannig við lánum bara meira og lánum lengra og þannig að það náttúrulega en kostnaðurinn sem greið fólkinn sem kaupir þetta. Já, mér maður sé bara bundi verðinu og íbúðinni. En þú endan þarft að borga þetta líka? Já. Og húsnæðiskostnaður á Íslandi er tvöfalt hærri heldur en í næstu löndum. Nei, ef þau beðið þá til að íbúðin fer í sölu og þá á hann 20%. Ég veit ekki, ég var að hlusta á þetta í dag. Herðu, þú voru að kanna þetta betur og koma með þetta í næsta fréttatíma. Björn, þú varst með hérna frétt var það Sólveig Anna að tala til Kristrúnar? Já, við heyrum svolítið þær raddir þessa dagana að stjórnarandstaðan á Alþingi, ef hún á að vera einhver, hún færist út fyrir húsið. Að það sé engin svona stjórnarandstaða að tala rödd hinna veikari. Það var líka á laugardaginn, þá var stjórnarandstaðan bara út á Austurvelli og þjóð gegn þjóðamorði. Það er engin hérna inn á þingi sem að gagnrýna aðgerðaleysi stjórnvalda. Nei, og manni finnst þegar maður hugsar síðustu daga þá er þetta svolítið svona einsleit tjáning, hún talar til sama hópsins, það er gert ráð fyrir það, við höfum það svolítið gott og eitthvað svolítið. Svo Sólveig Anna Jónsdóttir hjá Efling og hún grípur þennan bolta í morgun
að hvað vantar inn í þessar ræður sem verið að flytja núna á Alþingi og hvetur sem sagt forsætisráðherra, við skrifuðum fréttum það á Samstöðinni í morgun að grípa til raunverulegra aðgerða til að lína efnahagsleg vandamál verka og láglaunafólks sem fast á gróðavætum leigumarkaði. Bara sérstaklega að tala húsnæðismálin og leigjendur. Og mér finnst þetta mjög áhugavert hvernig hún setur þetta í samhengi. Hún talar að 4.000 manneskjur séu á biðlista hjá Bjargi eftir að komast í skjól frá þessu og hún með þessa frasa og þessi orð sem að maður saknar þess að mynda heyra bara á Alþingi líka hjá einhverjum að stéttaskipting og misskipting séu samfélagslegt eitur. Þú veit þá Sólveig Önnu á þing? Já, ég myndi gjarnan vilja fá Sólveig Önnu á þing. Vildu við það ekki öll? Væri ekki bara alveg frábær þar? Og þótt ekki verið nema bara upp á fjölbreytileikann, upp á það allar raddir heyrist. En hún má þó ekki sleppa það sem hún sko. Nei, en þetta hún hefur haft mikil áhrif. Jú, en þetta rímar sko það sem að hún skrifar og við fjöllum í þessari frétt á Samstöðinni. Það rímar líka við viðtal sem að verður hér við Rauðaborðið á Samstöðinni í kvöld við konu á Akureyri fyrir norðan sem að ræður sko hvað fátækt falin, hvað mikil skömm í þessari umræðu. Sko við erum náttúrulega með flokkfólksins sem segist ætla að berjast fyrir hagsmunum láglaunafólks og svolítið að því, en þau geta smitast af því hvað gaman að vera í veislunni, það svo gaman að vera í partíinu. Nú eru orðnir valdhafar. Þá kannski smitast þau að því hvað það gaman að vera valdhafi og það getur verið að fjarlægist ræturnar eitthvað með því. Svo það líka þannig að flokkar eins og flokkur fólksins Eiríkur Bergmann kallar þetta alltaf áskorendaflokkar. Þess að þeir eru með alls konar kröfur, svo sest inn í ríkisstjórn. Að þá sjaldan getur uppfyllt allt saman. Þannig að þú bregst þínum kjósandahópi sem að sko flokkur fólksins að gera og mun gera í meira mæli. Því að sko listi þeirra sem ætlaði að gera var svolítið langur. Það svo stór hópur sem enginn að sinna. Það eru svo margir sem hafa það hrikalega skítt samanber þetta viðtal í kvöld allar matargjafirnar, þeim bara fjölga á Akureyri nágrenni og við fáum kannski næstu myndlöfi að sko sama tíma og þetta það sem að fólk saknar. Þá erum við með svona fyrirsagnir og þessar áherslur sko. Strákar ekki hafa svona hátt, þetta eins og mamma sagði okkur sko. Þetta þannig. Það var bara þegar vorum að spila fótbolta inni. Já, nei, sko eitthvað svona patingmenn, það gæti orða sem svona, ekki á svona hátt. Þetta bara, þetta handónýtt sko. Herðu, frétt frá Írlandi. Þeir hafa gefið út sambærilega yfirlýsingu og Íslendingar við það hafa gert. Þeir eru ekki taka þátt í Eurovision ef að Ísrael eru með. Eru búin að gera það? Já, það sko fyrst gæti ég ekki lesið þann skilning, svo kom hann Rúnar Freyr sem svona framkvæmdastjóri þessari keppni og hann bara fullyrti það að Íslendingar myndu ekki taka þátt ef Ísrael væri við og hann hlýtur að hafa eitthvað fyrir sér í þessu maður. Já, en af hverju kemur ekki bara ein yfirlýsing þetta? Ég sá einhvers staðar í einhverju frétt að þeirra var að segja frá að Írar hefðu bæst við að þá var sagt að Írar bætist við Slóvena og Íslendinga. Já, minn skilningur líka orðin sá að þetta standi þar sem að þú nefnir það. Af hverju kemur ekki Stefán Einarsson og segir bara svona alvöru yfirlýsingu? Við höfum bara bókað Stefán í gott viðtal eftir helgi. Ég ætla að birta mynd sem að fór svona víða. Það eru bannað að breska löggan alltaf að handtaka fólk sem með kannski í ból sem stendur sko Palestine Action sem eru hópur sem skilgreindur sem hryðjuverkahópur að þeir slettu málningu á einhverja flugvélar. Og það eru mjög fyndna myndir sem að maður sé stundum að einhver hafði fyrir því að klæða gínu í svona búning og kom með hann á mótmáli og þá kom löggan og handtók gínuna en Banksy sem náttúrulega mikill áhrifavaldur og notar það sína, hann setti þetta á dómhúsi í Bretlandi en það núna þessast fréttirna frá Time það sem verið að þurrkað út það næsta frétt þannig að vera að þurrka út. Þeir náðu ekki alveg að gera það, þannig hún eiginlega svolítið mögnuð þessi mynd, sko, svo draugar þarna. En það var aðalfréttin í gær, voru drónarnir í Póllandi, það var ekki mjög áberandi neins þar, ég sann að frétt í Berlínske sem að þeir voru að teikna upp drónaárásir næturinnar. Þetta eiginlega allt Úkraína sem við sjáum þarna, en síðan gulu ángarnir þarna út í endan eru drónar sem að fara lengra, fara inn í Pólland, það var það sem að var. Þegar við vorum að ræða eitthvað hvað þetta væri stór hluti af þeim drónum sem hefðu verið sendur upp. Ég var eitthvað að gíska að það verið 400
á móti kannski 20 sem að fóru inn í Pólland, það miklu meira sko eins og sjáið. Já, en inn til Póllands samt nýtt. Já. Herðu, en ég held að það sé ekki forveri innrásar Rússa inn í talandi svona samtöðu dúkkuna hvað ef að túlka það að haus Þorgerðar Katrínar sé morðhótun. Að þá var Þórdís Kolbrún í fréttunum í gær að segja, já hvað ef þetta hefði ekki verið drónar, hefði þetta verið flugvélar, hvað ef þetta hefði verið bara sprengjur og hún var alveg á fullu í því að reyna að teikna eitthvað ástand sem að væri miklu meira en það var. Herðu, en það frétt við vitnum oft í Haaretz sem gefið út í Ísrael. Þar eru Katarar að reyna að fá Sameinuðu arabísku furstadæmin til þess að vera með sér í því að loka sendiráðinu sem svona og þetta merkilegt vegna sem ég líka með frétt frá Al-Jazeera og þarna verið að segja sko að stuðningu Trump við þessar árásir inn í Katar og Doha það eiginlega grefur undan öllum trúveruleika af því að þetta eru í svona orðið kveðnu þetta eiginlega sko stuðningsríki Bandaríkjanna. Já. Og hans stuðningu við Ísrael gengur eiginlega yfir allt. Já. Þannig að núna hann eiginlega að missa talsambandið við þessi ríki sem að hægt og bítandi fara þá að vinna meira gegn Ísrael. Já. Hann skilir þotunni kannski. Já, og svo að því við erum þarna á þessu svæði þá ein frétt sem að gleymist oft, það þjóðarmorð í gangi. Og þarna eru 53. Það ekki hægt. Það talið. Og þetta alltaf sama talan. Það eins og það sé bara kvóti. Ítalið sem þú óttu við Heleni í gær. Þetta voru alveg átakanlega lýsingar maður. Það sé búin að heyra þessu, það bara... Þetta hryllingur og það bara allir sem að gefa vitni það og þess svona eigum við að gera kröfu á okkar stjórnvöld að bregðast við með einhverjum alveg hætti. Og starfsfólk Sameinuðu þjóðanna sem þarna, það alveg sannfært það muni aldrei jafna sig á því að vera vitni að þessu. Aldrei. Það ekki nokkur möguleiki. Það veit það af reynslunni. Já. Herðu, hér frétt frá The Guardian, það svona könnun sem var gerð á kosningabaráttu víða því að oft verið að tala bakslag þegar kannast við það. En þarna sem sagt 51 landi funduðu að það hefði verið svona andróður gegn hinsegin fólki. Það verið beitt á stjórnmálafunum í 51 landi. Já. Þetta issue í 51 kosningabaráttu til skömmu tíma sem þau voru rannsaka. Þannig að þetta bara ótrúlega bylgja sem að ganga henni yfir. Og við heldum fyrir nokkrum árum að það væri bara komið. Já. Herðu, konukot í vandræðum, að fá húsnæði, það eru nágrannarnir sem eitthvað svona stofa sem að blóðrannsóknarstofa. Vill eiginlega losna við það, segir að þessi hættulegt að hafa konukot nálægt sér því að það getur smitast af berklum. Þetta er þetta jármúlun? Já. Þetta svona maður ætti kannski að safna saman öllum þessum átöku við að þetta fólk sem bjargarlausasta fólki í Reykjavík fái eitthvað stöð að vera. Þetta ég veit ekki. Rúvar með fréttum að háskólamennta konur síðan að jafnaði á við karla sem eru stúdentspróf. Já, og við erum með umræðu þetta við rauðaborðið í kvöld. Hagfræðing BHM sem greinir það að virði menntunar hefur ekki verið eins lítið. Það eiginlega engin munur á því að fara bara í háskóla í sömu fögum og jafnvel neikvæðar ávinningur eða hætta bara með stúdentspróf. Og kvennastéttir þar liggja verstu höggi og listnám er dæmi nám sem að þú munt sennilega tapa á því að það fyrir enginn í listnám til að græða pening efnahagslega. Nei, en manni finnst samt svona kannski eðlilegt að það fylgi eitthvað auknar tekjur aukinni menntun. Ég get vitnað í fyrrum tengdaföður minn, ég held ég að gert það áður. Hann sagði það að listamenn verður alltaf svona lágum launum vegna þess að fólk héldi að það hefði svo fjörugt kynlíf. Herðu, það íþróttafrétt. Heimir þjálfari Íra, hann ekki í góðum málum. Nei. Hann ekki, heldur hann vinnunni? Ég veit ekki, þeir eru allavega mjög pirraðir.
Fannst þér hann reyna að halda vinnunni þegar hann spurði hver spurningin? Það kom eitthvað svona komment frá íþróttafréttamann? Þetta var ekki spurning. Það kom bara fullir. Ég veit það. Má ekki íþróttafréttamaður koma með komment stundu? Þarf það alltaf að vera spurning? Já, hann talaði til hans einhverja setningu og þá segir hinn, er þetta spurning? Ef Vandræður nennir ekki að svara meiri þá er þetta fín útgönguleið fyrir hann. Já, en er það gott þegar þú brjálæðislega pirraður með mjög stórt tap á bakinu að vera með svona bullandi hróka? Það kemur í ljós hvort að þetta verði nagli í líkistans. En hann í vondum málum, bara mjög vondum málum, og erfitt að snúa við, vondu gengi á liði, það er bara mjög flókið að snúa við. Já, og sérstaklega þegar fyrir hann, Íslendingar í Írlandi og þetta er flókið. En okkar kona Laufey, hún seldi upp íslenska tónleika og að bæta við nýjum, hún að selja upp allstar í heiminum, ótrúlega stjarna sem þessi stúlka er. Alveg stórkostlega, og mér finnst svo fyndið að ég held að sé bara í þessari frétt, það er haft eftir tónleikahaldaranum, þetta sé bara eins og þegar þeir stærstu erlendu séu að bóka, en hún er bara hún er að fylla stærri sali heldur en margir sem hafa komið hingað. Og hún er allstaðar, hún lítur að vera í fullri vinnu að vera bara í PR-mennsku hún er í öllum blöðum og út rosa mikið það týpur systir, en vissu þetta eru sitjandi tónleikar það var sennilega seldir 16.000 meðar bara 2 tónleikar í röð og þetta eru sitjandi tónleikar, það var allir sætum. Ég er með frétt frá DFF sem er bæjarstjórnarfund í Kópavogi. Þetta er aðalega fyrir það sem er að horfa í sjónvarpið. Ég veit ekki innan bæjarstjórnarfund. En hann skiptir ekki engu máli. Mér finnst bara minnskritikki á DFF. DFF getur verið að hægitilega skemmtilegt. Við erum búin að tala hérna alls konar hörmungar, sjóðamorð og verið að drepa fólk og svona. En það var bæjarstjórnarfundur í Kópavogi sem er eiginlega svo helvíti. Það er ekki verið að ganga stutt. Þetta tekið í ráðsunni og þeim hressandi enda umræðin á þessari svo brosir fólkir sér er bæjarstjóran við vita hvað helvítir og það er bæjarstjórnarskrifstofan í Kópavogi. Þetta eru fréttir, það er Sigurjón og Björn, kærar þakkir. Hérna framundan er rauðaborðið. Ég bendi þeim á sem eru að horfa á okkur á YouTube og á Facebook að þið verið að finna nýjan þráð þar sem rauðaborðið er. Þið sem eru að horfa í sjónvarpið að hlusta útvarpið þurfa engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er hér eftir örskamma stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.